Já, þakka þér fyrir. Þetta nú kannski einum á auðvelt ef þetta hefði átt að vera krossapróf. En ég ætla ekki að fara að tala um það, ég ætla að tala um 5G núna. Leiðin að 5G. Svona upphafsglæran, hún á nú svolítið að gefa til kynna þennan fjölbreytileika sem við erum að fara að horfa fram á þegar við horfum á 5G-netin. Þau munu bjóða upp á ýmislegt sem að núverandi net hafa ekki upp á að bjóða. Við skulum aðeins fara yfir söguna. Við þekkjum GSM. GSM og kannski NMT þar á undan veitti okkur frelsi til þess að fara með talsímaþjónustu nánast hvert sem við viljum. Síðan kemur 3G og 3G byrjaði að innleiða svona nothæfan gagnaflutning sem að síðan raungerist almennilega í 4G. Og við erum stödd svona það sem að rauði punkturinn hérna á myndinni, við erum svona stödd cirka einhvers staðar hér. Þannig að við erum komin langleiðina innleiðingunni á 4G, það verður að tala um 4,5, þið getið keypt ykkur síma með 20 megabita niðurhalshraða og þessi kerfi eru orðin mjög þróuð í það að veita aðgengi að internetinu, aðalega fyrir snjalltæki en að sjálfsögðu fyrir alls konar tæki líka. Nú síðan kemur 5G. 5G kemur hérna þá í framtíðinni, þetta svona kallað long-term evolution, þannig að þetta svona þróun á þessari tækni allri saman. Nú til hvers 5G? Það má kannski segja það að svona stutta svarið varðandi 5G að gera farnetin sambærileg við það sem gengur og gerist í fastanetunum, þannig að það hægt að forrita fyrir alls konar tæki og tól og þjónustur, það sem hægt að gera stórt séð í fastanetunum í dag. Þetta kannski ekki alveg auðvelt í 4G þó að þessi 4G-net séu vissulega mjög öflug. Nú, við erum með þessa könguló hérna, köngulóvef og þetta ljósgræna þá það sem að 4G getur gert og 5G eru svona þessi þróunar viðmið sem að Alþjóða fjarskiptasambandi setti fram fyrir mörgum árum það hvað á 5G að geta gert. Og við erum að horfa fram á til dæmis það að orkunýtingin hérna, hún þarf að batna 100-falt. Og við erum að horfa fram á það að hámarks gagnaflutningshraði getur farið upp í 20 gigabita á sekundu. Ég hef séð svoleiðis tilraunanet í gangi sem var að veita 25 gigabita hraða. Og meðal notkun fyrir notanda getur verið 100 megabitar og svo framvegis. Þannig að þessi 5G-net eiga að geta veitt svona þjónustu sem ekki eins og á fastanetum en nálgast það mjög mikið. Og það þýðir það að það hægt að tengja alls konar þjónustur, tæki og tól sem við getum kannski ekki með auðveldum hætti gert í dag. Nú, komandi frá Póst- og fjarskiptastofnun, þá búist þið náttúrulega við því að ég fara að tala um tíðnir og það var alveg rétt hjá okkur. Ég vil tala aðeins um tíðnir. Hérna eru tíðniróið fyrir farnetstíðnirnar sem við erum með í dag og þær eru á tíðnisviðinu 700 og upp í 2600. 700 þýðir staðsetningin á tíðninni og svo ákveðin bandbreidd hérna. Þetta til dæmis 60 megarið hér, 2x30. Það að segja að maður talar um staðsetningu sem 700 og síðan bandbreiddir sem 60. Samtals í bandbreidd eru þetta 600 megarið. Og það bara eins og bandbreidd á ljósleiðara eða bandbreidd í hverju sem þeim meiri bandbreidd, þeim meiri afkastageta. Það meginreglan varðandi farnet. Nú þetta staðan í dag. 3 megin félög, Síminn, Nóa og Vodafone og skipta þessu á milli sín og sér eru minni spilari hérna. Og þetta tíðniróf hægt að nota fyrir GSM, fyrir 3G og fyrir 4G og þess vegna fyrir 5G þegar það kemur. Og staðan í dag þannig að þessi 5G-net eru á tilraunastigi víða heim.
Það búist við því að þau fari í svona útbreiðslu eða upp úr 2020. Þannig að félögin eru sem sagt að prófa sig áfram víða heim, fjarskiptafélögin, en þau eru kannski ekki komin í almenna notkun. Nú til þess að ná fram þessari virkni í 5G-netunum þá þarf að auka verulega tíðni framboðið. Við erum með 600 megahertz í dag. Þessar tíðnir eru á tiltölulega lágum tíðniböndum. Það þýðir það að sendarnir þeir drífa langt, kannski einhverja kílómetra eða 10 kílómetra, en afkastagetan er svona þokkaleg miðað við það sem kemur á eftir. Nú, ég gerir ráð fyrir því að við tökum eitthvað milliskref, þar sem við aukum frekar við tíðnirófið, svona kannski tvöföldum það. Nota bene við tvöföldum nánast tíðnirófið í fyrra, árið 2017. Og við munum taka milliskref væntanlega fyrir 2020, þar sem við förum út í að nota þessa 3400 megahertz svokölluð, og þá er það aftur tvöföldun frá því sem er í dag. Og síðan er verið að horfa á enn hærri tíðnibönd, þessi 26 megahertz tíðnibönd. Þau eru á miklu hærri tíðni og þar bara kemur eðlisfræðin inn í, það er miklu skammdrægari sendar en miklu meiri afköst. Og hér erum við að tala að ná þessum gigabita hraða á þessum mjög svo háu tíðnisviðum. Og aftur munum við margfalda tíðnirófið, þannig að frá 2017 og á næstu árum þá munum við tífalda tíðnirófið fyrir farsímanetin, sem þýðir verulega mikil afkastaaukning bara þess vegna fyrir utan alla tækniframfarirnar í radíóbúnaðinum og svo framvegis. Nú það er ennþá verið að rannsaka þessi mál, hversu vel munu þessi háu tíðnisvið til dæmis virka þegar rigning og snjókoma og svo framvegis. Og ennfremur eru þjóðir heims að reyna að koma sér saman það, hvernig á að láta þetta allt saman virka í Evrópu, í Bandaríkjunum og í Asíu, helst á sama tíðnisviðinu. En ég verð að segja eins og að ég er ekkert allt of bjartsýnn á það muni takast, því að það eru miklir iðnaðarhagsmunir hér í húfi. Og á heimsráðstefnunni radíómál 2019 verður væntanlega þessi samræðingar ákvörðun reynd, en það er ekkert alveg víst að hún takist. Nú það er ekki bara tíðnir sem þarf varðandi 5G, það þarf líka öflugt baknet. Sem betur fer erum við að mörguleyti vel staðsett á Íslandi hvað varðar baknet. Við erum með mikið af ljósleiðaraforða og aðgengilegum ljósleiðaraforða víða land. Sums staðar mætti hann batna, en það er verið að byggja upp ljósleiðarannet víða land í dag og á höfuðborgarsvæðinu, þannig að við erum tiltölulega vel staðsett per se. Og það er mikilvægt vegna þess að til þess að ná þessari virkni í 5G-netin og þessum miklu hraða og þessum stutta tengitíma, 1 millisekúnda, þá þurfa baknetin að fara nær endanotandanum. Það þýðir það að sendarnir, þessi litlu sendar á háum tíðni, þeir þurfa nánast að vera 100 metra fjarlægð pluss mínus frá notandanum. Og það þýðir það að spurningin er, hvar ætlum við að setja þessa senda? Það var erindi frá Reykjavíkurborg í morgun, þeir voru að tala ljósastöra. Það þarf að skipta alla ljósastöra á Íslandi vegna þess að perurnar eru með kvikasilfri og það er ekki lengur framleiddar. Þannig að það er ákveðið tækifæri í dag að skoða þessa ljósastöra og hvort það megi þá setja ljósleiðaratengingar að þær og búa til sendastæði þarna. Og þar komur náttúrulega alls konar álitamálu upp eins og til dæmis hver á að eiga þessa sendastæði og hvernig aðgengið að vera og hver á að eiga ljósleiðarann á milli þeirra og svo framvegis. Og þetta er allt saman atriði sem við þurfum að ræða á þessari vegferð að 5G. Nú sömulegis, þetta er gigabita tækni, hvernig komum við þessu inn í húsinu og notum þetta almennilega innanhús. Það er til alls konar leiðir til þess í dag. Innanhúslagnir eru margar hverjar kannski ekki alveg hannaðar fyrir gigabita net. Það eru kategóri 5 strengir og neðar og við þurfum að leggja kategóri 6 og 7 sem eru svona þykkari strengir og erfiðar í lagningu. Nú það eru konur ljósleiðaralausnir innandyra sem eru að fara að keppa í verði við kategóri 6 og 7 strengi. Og síðan náttúrulega eru Wi-Fi-lausnir gríðarlega öfluga til og ég vissum að þær verða sömulegis mjög mikið notaðar. Nú það hefur verið talað sjálfkeyrandi bíla, ég ætla ekki að gera það en við þurfum að hugsa hvernig ætlum að þjóna vegakerfinu. Hver á að byggja upp dekkunina á vegakerfinu fyrir sjálfkeyrandi bíla
og hvernig viðskiptamódel á bakvið sjálfkeyrandi bíla. Það liggur hendur ekki fyrir. Og hvernig á að tengja alla þessa senda sem þarf við notum sendakerfi fyrir sjálfkeyrandi bíla, á að leggja ljósleiðara með fram öllum vegum, ætla að nota radíólausnir sem sumar hverjar eru mjög öflugar. Notum við gervitungl að verða gríðarlega öflug og þeir eru að verða aðgengilegri hér á norðurslóðum. Þannig að það alls konar pælingar í kringum baknettið í 5G. Nú hvað var að þjóðvegakerfi, þá gerðum við nýlega mældu við beinlínis útbreiðsluna á farnetunum á þjóðvegakerfinu og við sjáum það að hérna á suðvesturhorninu og í kringu svona stærri byggðarlög þá ágætis dekkun, en heilt yfir þá er ekki nema 20% af þjóðvegakerfinu með góða 4G dekkun. Vissulega við erum með fjallvegi og allt hérna inni, þetta eiginlega allt þjóðvegakerfið, en það alveg ljóst að það verk að vinna varðandi það að skoða hvernig við ætlum að breiða út farnetsþjónustu á 5G fyrir allt þjóðvegakerfið og öll þessi internetengdu tæki sem við erum með. Nú ég ætla aðeins að tala notkunina á 5G. Það verður talað nýsköpun og forsætisráðherra sagði að það verður allir að nota orðið nýsköpun. Ég hitti á það. 5G í mínum huga nýsköpun í þjónustu á netinu. Þar kemur inn hugtakið netsneið eða network slicing. Með þessari tækni sem innleidd verður í 5G verður hægt að í raun og veru búa til svona netsneið. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það útfært tæknilega, en það verður hægt að búa til netsneið sem uppfyllir ákveðnar tæknilega kröfur. Og við getum hort á 3 meginflokka af þessum tæknilegum kröfum. Það að segja mikill fjöldi tengdar tækja, og í öðru lagi það mjög viðkvæmar þjónustur, svona mission critical þjónustur, og svo í þriðja lagi það bara þetta internet, þetta mobile internet sem við höfum í dag, og það mun síðan þróast áfram. Nú, Nokia birti þessa mynd til dæmis, og þar voru þeir að fara yfir þessa 3 meginflokka. Hérna þetta internet fyrir tækin, kannski 100 sinnum fleiri tæki. Hvert þeirra má kosta mjög lítið í tengingu og þú getur verið með batteri sem má endast í 10 ár. Þannig að samskiptin hér eru með allt öðrum hætti en til dæmis hér, þar sem við með krítískar vinnslur, með mikinn uppitíma og svartíminn, latency kannski 1 millisekúnda. Og svo þriðji flokkurinn, það þessi bætta upplifun á núverandi interneti, þar sem við getum verið með kannski 100 megabita hraða að öðru jöfnu og farið upp í miklu meiri hraða ef svo ber undir. Nú, þetta verið sett fram svona í þessu netsneiðum, þar sem að efsta netsneiðin hérna á myndinni þetta farnet eins og við þekkjum í dag, bara öflura og hraðvirkara. Síðan kemur tækjanettið og það hefur þá sína tæknilegu eiginleika og aðskilið frá hinu tveimur. Og svo kemur þriðja, það þetta internet hlutana, það sem eru gríðarlegu fjöldi af tækjum, og það verður sömulegis aðskilið þá á einhverju netsneið. Það má ímynda sér að þessum netsneiðum muni fjölga, og þetta svona þessi aðal framtíðarsýn varðandi 5G, það hvernig mun markaðurinn þróast á grundvelli þessara netsneiða. Það sem við þekkjum í dag fyrst og fremst hérna á efstu netsneiðinni. Þannig að megin pródúktið kannski í 5G verður bara svona API, svona Application Programming Interface, þar sem síðan þeir sem að þróa fyrir þessi tólatæki geta síðan forrita gagnvart þessum skilum og þurfa í raun og veru ekkert að velta fyrir sér flækjustigi netsins. Svo spurningin hvernig við þróum þennan sjálfbara og opna markað. Fyrir 5 árum síðan, eða hvað það var nú, stuttu síðan, þá var viðskiptamódel fjarskiptafyrirtækjanna, það voru selda mínútur og svo kannski líka fengið gagnaáskrift. Í dag færðu gagnaáskrift og svo fylgja bara mínútuna með. Þetta algjörlega viðsnúið. Hvernig viðskiptamódel verður til 5 ár, ég held að enginn viti það. Athyglisverður bransi, þessi fjarskiptabransi. Nú, út frá sjónarmiðum svona eftirlitsstofnanirnar þá erum við með ákveðin úrræði til að reyna að stuðla að samkeppni á markaðnum og þau eru náttúrulega
koma úr þessu umhverfi þar sem við vorum að horfa á talsímaþjónustu og þar sem við erum að horfa á gagnaflutning. Við erum að horfa miklu meira í 5G, við erum að horfa á alls konar þjónustur, við vitum ekki hverjir að verða eða hvernig það eru að verða útfærðar. Við erum með heildsölukvaðir, til dæmis aðgengi. Það er heildsölukvöð á Mílu aðgengi að ljósleiðurum til dæmis. Það er ekki nein kvöð á Símanum eða Nóa eða Vodafone aðgengi að farnetum. Þannig að ef ykkur vill komast inn og selja þessa þjónustu í smásölu og kaupa í heildsölu, þá verður það bara að ná þeim samningum á viðskiptalegum grundvelli. Neytendur hafa ákveðin réttindi, eins og til dæmis varðandi númeraflutning. Þið getið farið með númerið ykkar frá einu þjónustu aðalega til annars. Ef þú ert með sjálfkeyrandi bíl, hvernig verður viðskiptamódelið? Verður það skráð á símanúmer eða hvað? Þannig að þetta er bara eitt af þessum sem við höfum algjörlega eftir að átta okkur á og hvernig verður útfært. Ég talaði fyrra nethlutleysisregluverkið, það verður væntanlega innleitt seinni hluta þessa árs á Íslandi og það á sömuleiðis eftir að skoða það og líkast til endurskoða í ljósi þessara netsneiða og þróunar í 5G. Þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvernig þessi úrræði verða útfærð, en það er alveg augljóst að það er mikið verk að vinna hvað þetta varðar. Og sömuleiðis þá kemst enginn í gegnum fyrirlestu hér í dag án þess að tala fjórðu iðnbyltinguna. Það má í stuttu máli segja það að 5G er svona, og þessi fastanet er svona límið í þessari iðnbyltingu. Án fjarskipta þá held ég að þessi iðnbylting gerist ekki og án iðnbyltingar og tækninnar, sérstaklega gervigreindar, þá verður mjög erfitt að þróa þessi framtíðanet. Þannig að þetta er svona spurning eggið og hænuna. Þessi iðnbylting er að verða og þessi net munu þróast inn í þetta rými sem þessi tækni er að skapa allt í kringum okkur. Þannig að þessi nýsköpunarvinkill í samhengi við fjórðu iðnbyltinguna gríðarlega mikilvægur. Það er verk að vinna, bæði fyrir stjórnvöld og sömuleiðis náttúrulega markaðsaðila. Og ég held að núna framundan sé mikil vinna innan stjórnsýslunnar að átta sig á því hvernig við ætlum að þróa okkur inn í þessa nýju framtíð. Tökum til dæmis tíðniheimildir. Tíðniheimildir eru heimild stjórnvaldum það að nota þessa náttúruauðlind sem tíðnirnar eru. Við þurfum að endurskoða ýmis grunnhugtök varðandi tíðniheimildir, til dæmis eins og hvað er útbreiðsla? Útbreiðsla fram til þessa hefur verið hvar nær fólk í þjónustu. Það er að segja, er heimilið þitt með dekkun. Og við höfum mælt útbreiðslu, 90% útbreiðslu þar sem þú nær dekkun. Á það við þegar við erum að tala tæki. Og hvar eru þá þessi tæki? Hvernig ætlum við að mæla útbreiðslu á netsneiðinni fyrir sjálfkeyrandi bíla? Eða fyrir heilbrigðisþjónustur? Þannig að það þarf að ræða hvað þýðir hugtakið útbreiðsla. Við þurfum að skoða símanúmer. Við erum með 3 milljónir símanúmera úthlutað í dag. Það er verið að tala margföldun í tækjum. Verða þessi tæki tengd með símanúmerum? Við vitum það ekki. Það er að það var ljóst að við stækkuðum íslenska númeraplanið fyrir nokkur árum, þannig að við getum tengt alltaf 100 milljón númer. Þannig að það er ákveðið borð fyrir báru og ég hef ekki áhyggjur af því, allavega ekki á þessum áratug, en hvað verður veit ég ekki. Þannig að það þarf að skoða alls konar hluti. Það verður verulega áhersla á netöryggi og sem betur fer eru íslensk stjórnvöld að taka dálítið vel við sér með innleiðingu NIS-tilskipunar hvað það varðar og ég held að það sé afskaplega mikilvægt. Með öllum þessum nýju tíðniúthlutunum þá hafa radíótruflanir þrefaldast og við erum að horfa fram á 10-földun í tíðninótkun, þannig að það er heilmikið verkefni fyrir okkur og fjarskiptafélögin að halda ljósvakanum nokkurn veginn truflanalausum. Við erum með mannskap og tækjabúnað til þess að berjast við radíótruflanir, en þetta er eitt af þessum svona ögrandi viðfangsefnum sem við erum að eiga við. Það þarf að endurskoða fjarskiptaáætlun. Stjórnvöld að fara af stað með nýja fjarskiptaáætlun og þessi mál verða þar til umfjöllunar
Ég held að við stöndum að mörgu leyti á tímamótum þar sem við horfum í baksýnisspegilinn og horfum á talþjónustu og internetgagnaflutning og framróðuna horfum við á internethlutana og fjórðu iðnbyltingarnar og þá þjónustu, tegund af þjónustu sem við horfum á og fengi netunum og það þar sem við þurfum að horfa á í sambandi við fjarskiptaáætlun. Nú, það verið að endurskoða allt fjarskiptaregluverkið í Brussel og það verður væntanlega lokið við að endurskoða það í einhverjum drögum mitt ár 2018. Síðan þarf að fara fram innleiðingarfasi og svo framvegis, þannig að það verður meira og minna allt fjarskiptaregluverkið, hverju nafni sem það nefnist, endurskoðað vonandi fyrir lok þessa áratugar. Og það bara heilmikið verk sem býður okkur hvað það varðar. Nú markaðsaðilar, þeir eru sjálfsagt að þróa 4G-netin sín í dag í þessa átt, þessi long-term evolution hugsun heldur áfram og við sjáum það bara í auglýsingum frá fjarskiptafélögunum í þessari viku, 4,5G og allt það. Nú misskiptamódelin eru augrandi og verða augrandi umræða fyrir öll fjarskiptafélög. Þau eru að meta kosti og galla 5G. Til skemmri tíma spái ég því að viðskiptamódelin munu þróast í þessari bættu upplifun í notkun. Það er sem sagt eina af þessum 3 netsneiðum og til lengri tíma litið þá erum við að horfa á þessar netsneiðar og alls konar viðskiptatækifæri og nýsköpun sem af þeim mun leiða. Nú að lokum þá vil ég segja þetta að til þess að ná utanum þessa þróun þá þurfum við að eiga samtal. Seinnipart á síðasta ári þá skipaði Alþjóða fjarskiptasambandið okkur í fyrsta sæti á heimsvísu á sem sagt þessum IDE eða ICT Development Index. Það er að segja að svona summan af þessum mælikvörðum sem að Alþjóða fjarskiptasambandið notað sem alls konar útbreiðslu mælikvarðar og varðandi menntun og notkun almennings og internet aðgengi og svo framvegis. Summan af þessum mælikvarðum svo að Ísland með bestu stöðu 176 landa í heiminum. Þar erum við í dag. Og það þýðir ekki að við getum sest niður og sett hendur í skaut, heldur þurfum við að velta því fyrir okkur. Hvernig ætlum við að grípa þessi tækifæri sem sannarlega eru framundan og geta falist í þessari þróun allri saman. Og sömulegis þá verðum við að horfast í augu við ýmsar ógnanir og gera þá bara mótvægisráðstafanir til þess að lágmarka þennan skaða. Ef að skaða skyldi kalla, við vitum það ekki. Þróunin heldur áfram. Við höfum, held ég, þjóðfélag og menntakerfi og mannauð til þess að ráða við þetta verkefni. Það er okkar að höndla tækifærið. Og ég held að við þurfum þetta að viðtaka samtal á markaðnum, milli markaðarins og stjórnsýslunar og við allana fyrir okkar parta hjá Póst- og fjarskiptastofnun erum tilbúnir í þetta samtal og viljum gjarnan eiga það með ekki bara markaðsaðilum heldur öllum hagaðilum sem að þessum málum koma. Það geta verið sveitarfélög eða önnur atvinnufyrirtæki hvað það varðar. Nú, það er kannski ekki heimilt að vera með spurningar. Ég svara allavega spurningum eftir en við höfum kannski 5 mínútur ef eitthvað þorir að spyrja. Takk fyrir. Engar spurningar fyrir Hrafnkell, en ég ætla að ljósa upp varðandi staðreyndirnar. Þið megið kannski giska, en Hrafnkell hefur gaman af því að fylgjast með körfubolta og hann einn af stjórnendum félags tölvunarfræðinga, stofnendum, já, en honum leiðast umræða netöryggi. Ekki. Ég leiðist ekki. Já. Var ein spurning hérna? Tíðnisviðin boðin upp og seld hæstbjóðanda eða hvernig verður þeim drift til? Það er alveg ljóst að tíðnisviðunum verður ráðstafað með opnum og gegnsæjum hætti. Það er ljóst. Hvernig það verður gert, hvort að það verður uppboð eins og hefur verið ástundað allavega í 2 síðustu skipti eða ekki, sú ákvörðun liggur ekki fyrir. Við munum fara í opið samráð
þessi tíðnimál fyrir 5G og önnur atriði að varða 5G á þessu ári og mér þykir sennilegt að þessi tíðnisvið verði boðin upp. Það hins vegar kannski flækir málin eins og ég voru að segja áðan að þessi skilyrði sem við höfum sett í tíðniheimild sem hafa verið einföld innan gæsalappa fram til þessa, þau eru að verða æ snúnari og það sem meira að við sjáum ekki alveg inn í framtíðan það hvers konar þjónusta það er sem við viljum sækjast eftir og fyrir hönd svona almennings reyna að hvetja til framþróunar eitthvað þjónustu eða útbreiðslu eða slíkt. Tíðniheimildirnar okkar hafa verið með allmörgum skilyrðum til dæmis útbreiðslu og þessi útbreiðsla hún kostar verulega peninga. Þannig að við höfum reynt að vigta svona samfélagslega markmið útbreiðslu á stöðum þar sem ekki hagkvæmt að byggja upp fjarskiptanet og það eiginlega gjald félagana fyrir að fá að vera inn á markaðinu hvað þetta varðar að nota þessu auðlind. Nú víða erlendis hafa ekki verið sett slík skilyrði, heldur bara sagt þið bara borga upp í topp. Ég held að þó að þetta séu talsverðir peningar svona fyrir einstaklinga borga ykkur 100 milljónir fyrir tíðniheimild, þá var það í samhengi við 50 milljarða veltu á fjarskiptamarkaði, þá var það smáurar. Ég tala nú ekki þegar þú ert að tala tíðniheimild í 10-15 ára. Já, það verður að velta fyrir sér hvort að það verður sendar frá öllum fjarskiptafyrirtækjum og öllum ljósastöðvum. Ég er ekki viss að þeir komist einfaldlega fyrir þar bara svona físískt talað og það var eitt af því sem að ég var að ræða áðan að þetta módel varðandi að þróa þessa innviði, senda innviði sérstaklega í þéttbýli og jafnvel með fram vegakerfinu og annar staðar. Þetta bara umræða sem að þjóðfélög almennt séð eiga eftir að taka. Í fjarskiptaregluverkinu eru ríkar heimildir samnýtingu. Fyrsta boðorð fjarskiptafélögin semja sín á milli samnýtingu og það gera til dæmis Vodafone og Nova í dag. Þeir reka sameiginlegt sendakerfi en veita þjónustu undir mismunandi kerfisauðkennum. Hvernig nákvæmlega þetta verður gert, hver á ljósastöðvarna, hver fær heimild til að nota þá, verður þetta sameiginlegt sendafélag, verður það í Reykjavík, verður það Reykjavíkurborg sem gera það, mun Reykjavíkurborg bjóða það út en með ákveðnum samnýtingarheimildum eða hvað það er þetta samtal sem ég var að tala áðan. Við höfum eftir að taka þetta samtal í þjóðfélaginu þessa talsvert miklu breytingu sem að felst í 5G. Er ég komið með rauða spjaldið? Já, ég komið með rauða spjaldið. Takk fyrir í dag.